Ég stattur í safnaðarheimili Hallgrímskirkju á miðvikudagsmorgni og árdeigismessu er lokið og messugestir eru að gæða sér á morgunverði en mér tókst að ræna séra Maríu Ágústsdóttur héraðspresti. María, fræðslumorgnar í Hallgrímskirkju á sunnudagsmorgnum, segðu okkur svolítið frá þeim. Já, þeir hafa verið hérna í Hallgrímskirkju í rúman áratug. Séra Sigurður Pálsson, hann hélt nú utan þetta meðan hann var hér og síðan bað prófastur mig að aðstoða sig við þetta verkefni til að létta undir með sér og ég hef sem sagt sinnt þessu núna þetta er 3. veturinn sem að ég hef umsjón með fræðslumorgnunum og þeir hafa mjög víða skírskotun vonandi þessi fræðslumorgnar eiga að höfða til margra. Við höfum fengið fólk bæði úr atvinnulífinu, úr háskólalífinu og presta og doktora í guðfræði og fólk héðan og þaðan til að koma og tala hjá okkur. Þannig að þetta við erum sem sagt alltaf á undan messunni. Ég nú myndi verið spurða því og ýmsir hér innan dyra hvernig fyrir maður að fá fólk til kirkju klukkan 10 á sunnudagsmorgni. En það er alltaf góður hópur, það er svona kringum 20-30 mann sem eðlilega kemur stundum. Fyrra talaði Sigurbjörn Einarsson biskup, hann talaði hjá okkur í fyrra og þá voru yfir 50 og stundum hafa verið margir og stundum færri eins og gengur en þetta er mjög góður kjarni sem mætir alltaf og svo ýmsir aðrir sem bætast við. Hvernig er formið á þessu? Er þetta fyrirlestur í 50 mínútur eða? Nei, við reynum að byrja stundvislega klukkan 10 og fyrirlesturinn er svona rúman hálftíma, 30 mínútur og síðan eru fyrirspurnir og umræður í svona 10 mínútur korter og svo verðum við eiginlega að vera búin ekki seinna en korter í 11 því að þá þurfum við prestarnir iðulega að fara að búa okkur undir messuna og messu þjónarnir sem hér er í Hallgrímskirkju að þeir eru þá líka að gera sig klára þeir sem hafa komið til fræðslunar. Þannig og svo er alltaf ómissandi kaffisopin á eftir að sjálfsögðu. Það skiptir alltaf höfumáli. Segðu mér svolítið hvað er á dagskrá núna, hvað er framöndan? Já, við byrjuðum nú síðasta sunnudag, þá var Herdís Einarsdóttir sálfræðingur hér með fyrirlestur kvíða í daglegu lífi sem að öllum líkindum er svona eitt af því sem að fólk er að kljást við svolítið núna í þessum aðstæðum í þjóðfélaginu og alveg frábær fyrirlestur hjá Herdísi. Og síðan á sunnudaginn kemur þann 1. febrúar að þá ætlar Ævar Kjartansson, guðfræðingur og þetta hinn kunni útvarpsmaður, ætlar að tala Krist og kreppuna og við erum spennt fyrir að heyra hvernig hann leggur út frá því efni. Og svo verður þetta áfram? Já, það verða núna hjá okkur 5 fræðslumorgnar, þeir hafa stundum verið 6 og stundum 8 á hvoru missirinu fyrir sig. Já. Og núna verða þeir fram til 22. febrúar. Já. Við fáum hér Dr. Jón Karl Helgason, lektor við íslensku deild fyrir útlendinga í háskólanum, hann er bókmenntafræðingur, hann ætlar að koma og tala dómsdagsmynd Gunnars Gunnarssonar, hafa hugleiðingu hér vikivaka. Og Dr. Páll Skúlason, prófessor, hann kemur og talar samtímann frá sjónarhorni heimspekinnar og hann hefur nú verið svona heyrst frá honum einmitt á þessum vetri þannig að við erum mjög spennt fyrir að fá hann líka. Og síðastu dagskrá er Ólöf Nordal myndlistarmaður og hún ætlar að fjalla trúarlega tilvísanir og tákmyndir í sinni eigin list en hún átti verk á mjög merkri sýningu sem var á Akureyri á haustmissirinu og á líka til dæmis altaristöfn Ísafjarðarkirkju, svona okkur sé nefnt. Þannig að það verður skemmtilegt að heyra í henni Ólöfu. Þið ætlaði svo að skipta svolítið, er það ekki? Það voru svona nýbreytni hérna á haustunni. Jú, svo verða hér 6 miðvikudagskvöld þar sem að Dr. Sigurbjörns Einarssonar verður minnst á margvíslegan hátt með svona föstu samkomum. Það verða hér voru mjög lengi í Hallgrímskirkju föstu guðsþjónustur, alltaf á hverju einasta miðvikudagskvöld á föstunni og þetta hefur nú ekki verið í svolítinn tíma og þetta margir sem sakna þess. Ég var nú sjálf alveg upp í það í sveitinni að hafa föstu guðsþjónustur á miðvikudagskvöldum og þetta er falleg hefð. En nú á að gera þetta í minningu Dr. Sigurbjörns og það er nú séra Bernharður Guðmundsson sem heldur utan þetta og verður sem sagt hér frá og með öskudegi og alla föstuna fram að pálmasunnudegi, miðvikudagskvöldin klukkan 8.